verða liðin 4 áratugur síðan 2 arkitektar vunnu kappingina að tekna Norðurlandahús hér í Færeyjum. Óla Steen úr Noregi og Íslendingurinn Kolbrún Ragnarsdóttir. Færeyingar lögðu alla orku í byggingina, fluttu inn svenskt timbur, flísar úr norskum flögugrauti, gles og jarn úr Danmark, finnst innbugl og íslenska takkjar. Árið 1983 var þetta hús vígt og kannski af sonnum nefnast Norðurlandahúsi. Byggingin af Norðurlandahúsinum var stórt framstig í sjálfstýrisögu Færeyinga, sem hefur djúpar rötur. Eftir landnám var við tíunni til sérstök tjón hér á landi, við egnum tungumáli og menntun. Ritmálið hvarf trúbótamundir og það var ekki fyrr en miðja 19. öld að það kom aftur í aftur. Það sem öllum kunnugt prosturinn og málfræðingurinn V.U. Hammershaimb gjörði reglur færeyska málfræði og stafsetning, sem byggdu meira að uppruna orðanna heldur en frambúrin í samtíð hansara. Í þessum starfi fekk hann hjálp frá vini sínum, Jóni forseta Sigurðssyni, sjálfstýrishetju okkar af Íslendinga. Og við kunnum til æsinni takka Jóni fyrir, umfram allt annað, að við kunnum lesa færeyskt utan stórvegis trúbóðleikar. Telemáli verri að skilja. En kæru vinir, ég fari ekki að nefna allar lögarspænar á lagi Færeyinga sem ber móti allsamt vaxandi sjálfræði. Eins og heima í Íslandi hafa tilbúrir út í heimi haft mikla afverkan. Ófriður í Evrópa ella större kríg. Það hefur allmiklan týdning fyrir okkur að styrkja búskapinn, fjöltotta hann og minnka þeir náttúruvandar sem hött okkur hafa allar dagar. Ongan tíma við stundimetta þann týdning mentan og tungumál hafa. Og við eiga alltid að njóta tungumál þjóðarinnar í skólum og stofnum. Heima í Íslandi var stofnsetningin af Háskóla Íslands árið 1911 týdningamikið framstig og samsvarandi stig tóku Færeyingar. Táið fróðskaparsetur Færeyja var sett á stofn fyrir stíflega halvari öld síðan og þetta allsamt síðan vaxi og mennt. Ég frestist til að nefna íþróttabrögð. Þau styrkja meira en neka annað samstöðu og fósturlands kærleik. Sjálfur hafi ég stóran áhuga fyrir íþróttum. Ég kunni sé það ég spila fótból sem Færeyingar vita núna. Ég skora næst. En ég skal segja, sem að það fer nær aldrei úr minni. Það óvæntaða gleðilega hendi að landslið Færeyja í mannsfótbolti sigraði í sínum fyrsta leik í alþjóðakappi haustið 1990. Menjarinn var íslenskur, sem öllum kunnugt, Páll Guðlaugsson. Og ég lofaði mér að endurgefa sístu eldhúðheyju tilleggjan hansara fyrir dist. Það hann sagði við lækara sínar. Hugsi færeyska flaggi, flaggtikkara. Takið það við tikkum inn á völlin. Vinni distinn fyrir fólktikkara. Æsinni vil ég nefna að fyrsta utanlandsferð mín sem forseti gekk til Ríó í Brasil. Það var ólympísku leikir þeirra Brekau
voru hyldnir her. Her sagði færøska flaggið blakta. Her kappaðist Krista Mörkøre og stóð sig vel. Seinna í sumar fer 21 mannslandsliðið í håndbolti að taka lut í heimsmeistarakappinginni í Algería og kvinnulandsliðið okkara í fótbolti í sumar börki sem tikkara í undankeppninginni til heimsmeistaraskapin í Frakklandi 2019. Við Íslendingar innskatyrkjum góða efnu, men ekki tjáði spæla í móti okkar. Enginn annars bróðir í leik, síur hið gamla orðafelli okkar. Við þessum eina undanteki ber ég tykkum föringum bestu innskip efnusama framtíð. Hér í Norðurlandahúsunum skal ég leggja herslu að séra umróðandi að við standa saman í viðgengi og mótgengi. Öll ríki Norðurlanda og þær tjóir sem þeir byggja. Hægt frá Grönlendingum í vestri til Finna í austri. Færøska tjóin stendur fyrir að taka stórar aðgerðir. Boðað frá fólkaatkvæði komandi ár sem hefur til endamáls að tryggja rétt færøsku tjóðarinnar að fara ýmsa leiðir sem síðan kunni fremjast í verki. Valið tikkara, svoleiðis ægjur að vera. Í leiðangri gott að æja og hafa í húa skáldskap Janusar Djurhus. Ætt nú ta fögru húksjón hann ber fram í þessum orðum sem eru vorin lægjaorð fróðskapasettus förjuna. Mildar vettrar tendraðu æn víta förjum stjörnulæg frá öld til öld. Takk fyrir.